Komið þið sæl og verið velkomin í þáttinn að koma saman bannað. Gestur minn hér í kvöld Helga Ingibjörg Guðjónsdóttir sem skaust upp á stjörnuhimininn núna í vetur í söngvakeppni sjónvarpsins. Við ætlum að kynnast henni aðeins betur og auk þess ætlar hún einnig að syngja fyrir okkur lög. Við ætlum að byrja á einu lagi, þetta yndislegt líf, skulum hlusta. Ég sé lífsins tré á háum hól, á himni sé ég bjarta morgunsól og ég hugsa með mér, þetta yndisleg jörð. Ég sé gömul hjón og glaðleg börn sem ganga frjáls við litla tjörn og ég hugsa með mér, þetta yndislegt líf. Með bjartsýni í huga, ég býð þeim góðan dag og brosi ég heyri þau syngja þetta lag og með von og trú í veröld nú við getum lifað, ég og þú. Ég sé lítil börn og lífsins tré og lífið sjálft allt sem ég sé og ég hugsa með mér, þetta yndislegt líf. Með bjartsýni í huga, ég býð þeim góðan dag og brosi ég heyri þau syngja þetta lag og með von og trú í veröld nú við getum lifað, ég og þú. Ég sé lítil börn og lífsins tré og lífið sjálft allt sem ég sé og ég hugsa með mér, þetta yndislegt líf. Með mér, þetta yndislegt líf. Já, þetta var frábær flutningur og það kannski vert að minnast á að það var Birgir Þórisson sem lék undir en Helga Ingibjörg, hjartanlega velkomin til okkar hérna. Takk fyrir. Það áður en að við svona byrjum, þá verð ég að fá eitt á hreint. Ef þú yrðir að velja, hvort væri það ungmennafélagið Stjarnan eða IA? IA. IA. Alltaf.
Já, það er nú eflaust kannski spyrja sig margir hvers konar spurning er þetta. Nei, sko. En þú ert náttúrulega alin upp í Dölunum. Já. Og flytur, hingað á Akranes, 13 ára? Já. Já. Og já, ég sérst bjó á Sveitabæ, Ásum í Sörbæ í Dalasýslu. Hvernig var að alast upp í Dölunum? Bara yndislegt. Ég myndi ekki vilja skipta þið út fyrir neitt annað í heiminum, sko. Þetta var bara, og ég er svo þakklátt að hafa svo flutt hingað 13 ára, þó ég hafi fyrsta árið hótað því að flytja aftur heim. Eins og unglingar gera. Já. En þetta bæði á svo mikinn part í mér. Þetta á svo að alast upp sem barn á Sveitabæ, geta farið út og hlaupið hvert sem ég vildi og mamma þurfti ekki að hafa áhyggjur. Og svo flytja hingað og fá svona semi-borgar menningu. Þetta blandast svo vel, finnst mér, og ég er virkilega þakklátt fyrir það. Þannig að þú hefur ekki verið svona fyrst sinn svona vilju eða sátt hreinlega, þetta er náttúrulega viðkvæmur aldur. En hvernig fannst þér að koma á Akranes og tók það þér langan tíma að aðlagast því? Það var, já, þetta var svona fyrsta árið, var erfitt að byrja í nýjum skóla, byrja í, svona að koma úr svo rosalega frjálsu umhverfi. Ég náttúrulega er í heimavistarskóla, ég fer í skólan á mánudegi, kem heim á föstudegi og koma svo í skóla þar sem ég fer bara morgunum, kem aftur heim daginn. Það var bara allt, þetta var bara þetta var bara snúningur bara, og ég náði því ekki alveg fyrst. Nei, þú hefur verið á Laugum þá, Já, í Sælingsdal? Já, ég var á Laugum í Sælingsdal. Góðsagnakenndur staður, en það er náttúrulega kannski, ef við förum að því sem er náttúrulega búið að vera efst á baugi hjá þér í vetur, þannig Eurovisionið. Já. Bara í fyrsta lagi, hvernig upplifun var það fyrir þessa sveitastelpu úr Dölunum að vera allt í einu mætt bara upp á stóra sviðið og með, hvernig var þetta? Það var alveg magnað. Þetta var svo ótrúlega skemmtilegt, ótrúlega erfitt. Ég gekk í gegnum margt á þessu tímabili og þetta bara hjálpaði mér rosalega gegnum það og krakkarnir í hópnum okkar hjálpaði mér bara, ég get aldrei þakkað þeim nóg. Þetta var svo geggjað, sko, að læra að, þú veist, bara agan sem fylgir að vera í svona stóru batteríi en samt að reyna að halda því að vera þú sjálfur og að, þú veist, fylgja, þú veist, öllum leiðbeiningum og svo er það líka svo fyndið það að hafa allir eitthvað um því að segja. Já. Og saman hvort það er gott eða vont, fólk lætur það bara flakka og ég lærði það alveg á þeim tíma að, eða þú veist, ég er ekki 100% búin að mastera það, en að reyna að bægja frá að þú getur aldrei gert öllum til geðs. Akkurat. Og lagið okkar féll í góðan jarðveg, var bara, og er ennþá verið að spila það og við erum mjög þakklátt fyrir það, en það er alltaf einhverjir sem fíluðu ekki lagið, en það er bara spurning að reyna að ýta því í burtu. Já. Og reyna bara að nota það jákvæða. Og ég lærði það alveg helling. En hvernig kom þetta til? Þetta held ég að, ég var að segja við þið áðan, þetta kom mér rosalega óvart allt í einu að sjá andlitið á þér af einhverju auglýsingu fyrir Eurovision. Kom þetta sjálfur óvart? Hvernig gerðist þetta? Þetta var bara mjög spontant. Við vorum, ég og vinkona mín, ég, Birgir og Raggi, við erum öll flugþjónar og freyjur hjá Icelandair. Og í fyrra, í september, október, var svona sumarslúttpartí og við vorum þar og ég hafði bæði við aldrei flogið með þeim, aldrei séð þá og svo er Trúbadur, Ingo Veðuguð er að spila þarna og við hann byrjar að spila Shallow sem er úr myndina Star is Born sem Lady Gaga og Bradley Cooper syngja og hann segir mér vantar stelpu til að syngja og ég eitthvað svona og stelpunar eru bara þú upp á svið og ég eitthvað svona Björg Magg myndi nú bara segja Helga hætti að vera svona hlédræg en ég var bara nei, ég ætla ekki upp á svið og svo ýta mér og ég eitthvað svona já, bara fer upp og syng með honum og eftir það kemur Birgir til mín í þessu partíu og er eitthvað svona að spyrja ert þú með lag í Eurovision eða? Ég bara nei, ég hef ekkert verið að syngja neitt að ráði eða bara ekkert eiginlega nema fyrir fjölskyldu og vini. Svo bara svona 2 vikur seinna þá sendir hann mér skilaboð á Facebook og biður mig að kíkja á lagið hvort ég hafi áhuga á að syngja það að þeir eru með lag í undankeppninni að ef það kæmist áfram hvort ég myndi vilja syngja það fyrir þá. Og ég skoðaði það og svo bara komst það áfram í undanúrslitin. Já, þannig að sko næsta spurning hjá mér er kannski þá alltaf út í hött af því
Ég ætla að spyrja þig, þetta eitthvað sem þú hefur stefnt að gera? Hefur þið dreymt einhvern tímann, þú veist, þegar þú varst að syngja fyrir sjálfa þig einhvers staðar? Dreymir ekki alla að það sem maður gerir vel verði þekkt. Eða þú veist, svona nokkurn veginn að fólk vilji sjá og heyra það sem maður er stoltur af. Ég er ekki mesta Eurovision nördafanið sem þið finnið, en ég hef alltaf haft gaman að horfa á Eurovision og alltaf öfundað upp að vissu leyti fólki sem að taka þátt í Eurovision. Mér fannst líka bara alltaf gaman að syngja og alltaf gaman að koma fram og þetta var alveg svona alveg viss ákvörðunarstaði, alveg væri geggjað að komast í Eurovision í daginn, en ég þarf bara að vinna fyrir því og ég var einhvern veginn aldrei að vinna fyrir því einhvern veginn og já, þannig að þetta var alveg viss draumur en aldrei einhver ákveðin stefna hjá mér þannig. Við dettum nú bara í huga, þetta er kannski ágætis skilaboð til fólks svona að það að syngja í starfsmannapartíum getur alveg leitt alls konar af sér. Farið upp á svið þegar Ingo biður að fá eitthvað upp á svið. Akkurat, en ég var einmitt að velta þið fyrir mig, þið náttúrulega eins og segir, þetta laginu var vel tekið, þið komist í úrslit og þetta er nú, íslenska þjóðin er nú þannig að úrslitakvöldið í söngvakeppni sjónvarpsins, það er allir að horfa á þetta. Já. Hvernig leið þér þegar þú steigst út á sviðið, ertu meðvituð það í þessum aðstæðum að það er bara bókstaflega allir að horfa á þig? Já. Þú veist, flestum myndir nú sennilega þykja það frekar ógnvekjandi, en þið nelduð þennan flutning. Hvernig upplifun var akkúrat þetta, þú veist, að syngja þarna á úrslitakvöldinu? Þetta var ótrúlega gaman og ótrúlega stressandi. Ég man bara á fyrra undankvöldinu, þá var fólki mitt í salnum, mamma og bræður mínir og mamma var með strákinn minn, Hagalín. Og ég man bara þegar við erum komnar út á svið, sviðsmaðurinn er búinn að stilla okkur upp og ég er bara, það er að líða yfir mig úr stressi. Ég er bara, nei, ég get ekki, ég er að fara að klúra þessu. Og ég man bara þegar ljósin kom upp, þá sé ég bara Hagalín, strákinn minn, og ég bara, nei, þú ert ekki að fara að klúra þessu. Þú ert að gera þetta fyrir hann. Og það bara svona er eins og það hafi bara svona farið, en það er alltaf stress. Já. En ég get alveg, en svo á úrslitakvöldinu, þá var þetta einhvern veginn, maður var búinn að gera þetta einu sinni á undan úrslitakvöldinu. En að fara í Laugardalshöllina í helmingi stærra, þú veist, 3000 manns, það var ótrúlega stressandi, en maður var bara, við erum búin að gera þetta áður og við gerum þetta bara, neglum þetta eins og við neglum þetta. Þannig myndirðu segja að undan úrslitakvöldi hafi kannski verið svona jafnvel erfiðara? Ef eitthvað er það? Fyrir mig allavega fannst mér það erfiðara af því þetta var í fyrsta skipti sem ég kem fram fyrir svona, það er svo mikið undir eða þú veist, það er svo margir sem hafa eitthvað að segja þetta og maður svona, ég er að koma fram fyrir fólk sem gæti drullaði við mig eða elska þennan flutning. Það er svona miklu meira eins og í söngkeppninni, framhaldsskólana 2006, það var einhvern veginn ekki svona mikið undir. Nei. Ef ég á einhvern veginn að reyna að bera þetta saman. En nú, semst, eftir þetta, þarna í rauninni vekur þú töluverða athygli, held ég að sé óhætt að segja. Já, og hefur upplifað þetta, er þetta eitthvað sem þið myndir langa að gera þá aftur? Já, mér fannst þetta ótrúlega gaman. Það var erfitt og þetta tók allan minn tíma. Já. Þetta var bara frá því að við tókum upp lagið í nóvember. Svo kemur smá dauðatími í desember en svo fór bara allt á fullt í janúar. Þetta tók bara janúar og febrúar eins og hann lagði sig. En ég myndi ekki skipta þessu út fyrir neitt annað. Þetta var svo gaman. Þó þetta hefur verið erfitt og fjarvera og allt það. En hefur þetta breytt einhverju eins og bara fyrir þig svona, þú veist, finnurðu og jafnvel finnurðu að þú eigir kannski einmitt einhvern feril þá meiri heldur en þú hafðir hugsað út í fyrirfram að þú veist, ertu að fá tilboð, ertu að fá einhvern til að spyrja, ertu til að syngja þetta fyrir mig, ertu að fá hringingar, hefur þetta breytt? Fyrir þetta var ég að lítið að syngja og ég bara hafði mikið fram, ég bara einhvern veginn var bara ekki nógu hörð, listamanna og söng, tónlistabransin á Íslandi, þetta er svo mikið hark, þú verður svo mikið að bera þig sjálfur eftir að þú viljið syngja og þú verður að ýta þér sjálfum fram. Og ég var bara ekkert að gera það og það bara einhvern veginn datt upp fyrir eignast barn og bara lífið. Akkurat. En ég hef mikinn áhuga og svo fann það að ég
tel mig alveg eiga erindi inn í þennan bransa á Íslandi og mér langar að gera meira. Já, og því þú myndist nú á hérna söngkeppni framhaldsskólanna, ég held að þetta er náttúrulega ekki fyrsta söngvakeppniðin, þú tókst þátt tvisvar ekki rétt í... Nei, ég tók bara einu sinni þátt, og svo fórum við árið eftir og sungum sem Já, en við erum einmitt með myndbrot held ég, kannski hérna sjáum við þið einmitt. Þetta er sko tekið 2007 en þetta þú vannst keppnina þá 2006. Já, og þarna erum við sem sagt að skila af okkur, eða ég er að skila af mér titlinum. Já, það var nú dálítið áhugavert hvernig það kom til að einmitt líka þar að þú tókst þátt í keppninu 2006. Ertu til að fara með okkur í gegnum það kannski? Við sem sagt settum upp söngleik í FFA hérna þetta ár og ég var þar að leika með fullt af geggjum krökkum og hérna svo komið að ég senda lag í söngkeppnina og ég er að vinna upp í Ólís bara eina helgi, þá kemur bara nemendafélagið eins og að legghúsi inn í sjoppu og bara Helga, hérna, við erum svolítið sein með þetta, hérna langar að fara í söngkeppni framhaldsskólanum, hún er haldin í Garðabæ og þetta er ekkert oft af því annarkvort ára var þetta fyrir norðan á Akureyri. Bara að fara að syngja og þú verður að gera eitthvað geggjaðan greiða og ég bara já, bara alveg til, alltaf til að syngja sko. Þannig að ég fer þarna og syng og þá var þetta svona allir sungum daginn, svo komust 10 eða 12 lög í úrslitin kvöldið. Og þetta, sko, þarna þú hefur nú hefur samanburð, hvernig var þessi upplifun að einmitt svona nánast óundibúið, bara einhverju brýri, ertu ekki til að fara þarna einmitt upp á svið og syngja eitt lag og manstu, hvernig einmitt leið með þetta og er þetta að bera saman tilfinningarnar sem voru þarna og síðan núna í vor? Ég hugsaði þetta einmitt af því að það var hún Brynja sem var með mér á undankvöldi núna í Eurovision sem var að syngja okkar undankvöldi. Hún hérna er 16 ára. Og ég hugsaði, hvað hefði 16 ára Helga, því ég var 19 ára þegar ég vinn sönginn í framhaldsskólana og mér fannst ég svo lítil og ég var bara, ég hefði ekki búið þegar 19 ára Helgu upp á sviði í Eurovision. Nei. Að taka þátt í öllu þessu, en ég var alltaf bara, ég dáðist svo mikið að Brynju úr 16 ára. Já. En 19 ára ég eitthvað svona bara, ok, ég ætla bara að syngja hér, þá er þetta búið, eitthvað. Þannig að þú veist, þetta er mjög ólíkt. En jú, þetta er stórt svið og ég var mökk stressuð, sko. En það er svona, þannig séð ekki að þetta svona beri þetta saman upp á fullkomnu leyti, skilur við mig. En ég hef aldrei búið 19 ára Helga á sviði í Eurovision. Nei, en hérna, svo varstu náttúrulega, þú myndist á, þeir voru að setja upp söngleik, þú varst nú virk í því starfi í fjölbrautaskólanum. Sko núna þegar að þú ert mögulega að fara að ætla sér vonandi að syngja meira og leggja þetta meira fyrir þig að hérna, heldur að sú reynsla hafi í rauninni hjálpað þér líka einmitt í söngvakeppninni að hafa verið? Alveg, þessi sviðsreynsla sem maður öðlaðist hérna í bíóhöllinni alveg býr í mér og að fara á sviði í söngkeppni framhaldsskólana og allt þetta hjálpaði mér þó að hafi langur tími verið liðinn en þetta blunda alltaf inn í og mér finnst mjög gaman að vera á sviði og mér finnst ótrúlega gaman að setja upp söngleikinn og vera í söngleiknum og vera í kringum það allt batteri og þannig að ég gat alveg nýtt mér það og það var margt svo mikið sem maður lærði á leikstjórunum sem komu og voru að setja upp með okkur inn í FFA og bæði kóreógrafurinn hann Lee sem var með okkur í Eurovision það var svo margt sem hægt að læra og þetta var svo skemmtilegt og það var svo gaman að drekka í sig þennan fróðleika því ég hef svo mikið áhuga á þessu og við vorum einmitt að grínast með að ég og Lee að ég kæmi bara í eitthvað söngleik í honum einhvern tíðan. Já, en ég hérna, svona söngrödd eins og þú hefur, hún náttúrulega kemur ekkert bara einn daginn þegar þú vaknar, þú hefur væntanlega búin að vera syngjandi eða hvað frá því bara þú manst eftir þér eða hvað? Já, ég svona fór fyrst á svið í Laugaskóla einmitt og þá var á einhverju jólaskemmtun eða árshátíð, man ekki nákvæmlega hvað það var. Og sko mamma var alltaf í kirkjukórnum fyrir vestan og var alltaf syngjandi og ég var alltaf að syngja með henni á píanóið. Hún spilar á píanó og ég var að syngja með henni. Þannig ég hef alveg sungið bara frá því mann eftir mér en aldrei einhvern veginn. Heldur áhuginn sé þá kannski kominn frá mömmu þinni?
ég held það alveg 100% sko. Hún var alltaf, á eigum ennþá píanó, hún var alltaf að spila, ég man alltaf eftir henni spila Dagný eftir Sigfús Halldórs. Og ég söng það með henni og fullt öðrum lögum Memory, gamla góða píanóslagaran. Þannig að mamma á alveg heilmikið í þessu hjá mér sko, alveg klárlega. En þá er eitthvað á döfinni hjá þér í tónlistinni svona á þessu ári, á næstunni? Já, gaman að segja frá því að ég að gefa út lag í maí vonandi með strákunum sem söndu Eurovision-lagið okkar, Ragga og Birgi. Og hún Hrafnhildur Magnea sem er búin að vera að gefa frá sér lög, hún gengur undir listamannanafninu Raven. Hún að semja textan fyrir mig og ég er búin að heyra brota af textanum, búin að heyra lagið og ég er ótrúlega spennt að leyfa ykkur að heyra það í maí. Já. Þannig að það verður gaman. Mjög spennandi. Er ég náttúrulega þessi faraldur búin að gera það verkum, maður er ekkert að koma fram en þannig að þegar það er allt búið þá verður gaman að koma fram og syngja. Já, ekki spurning. En svo hefur fengist við fleiri en söng í gegnum tíðina. Mér skilst það til dæmis að þú sért með jeppadellu, en þú ert kannski ekki svona staðalímynd jeppakallsins, en þetta er áhugamál hjá þér, eða ekki? Mér finnst allavega mjög gaman að fara í jeppaferðir upp á fjöll. Ég hef ekki gert það lengi, pabbi ásamt jeppan, þannig ég skil ekki að hann bjóði mér ekki í jeppaferð á bráðum. Nei, við fórum reglulega alltaf upp á fjöll, upp á hálendi og í jeppaferðir. Hagalín bróðir átti jeppa líka og þetta var alltaf mjög gaman. Svona leifar af sveitinni eða hvað? Ég hugsa það, alveg klárlega. En ég hef þá bara yfirfært þessa fara á jeppaferði upp á hálendi í að bara labba. Ég labba mjög mikið Akrafjallið, fór á Glím í gær og ætla að reyna að stefna því í sumar að labba á fleiri fjöll heldur en ég hef gert undanfarið. Já. Og svo nú annað sem að kannski, ég veit ekki hvort að margir hafa gleymt því, en þú þóttir nú efnileg knattspyrnukona á þínum yngri árum og varst meðal annars í Skagaliðinu sem að komst upp í úrvalsdeild eftir að meistaraflokkur var búinn að liggja niðri töluvert lengi. Kannski, og árin á undan, þú flytur á Akranes 13 og gerir ráð fyrir að þú hafi farið beint í það að æfa fótbolta þá er ekki neitt meistaraflokkur. Nei. Kannski við byrjum mér langar svo að því að þetta er nú íþróttastöð, þá verðum við að ná einhver íþróttatengingu við því hérna. Hvernig var að æfa í yngri flokkum með engan meistaraflokk til að stefna á? Fyrir það fyrsta? Þá stemdi maður í rauninni bara á annan flokkin. Hann var náttúrulega bara toppurinn hér, en margar af stelpunum sem æfðu með mér eins og Hallbjörg og Helga Sjöfn höfðu ótrúlega góðar og alveg frá því ég byrjaði að það var alltaf svona, þær voru alveg svona fyrirmyndir og þær stemdu í bara landsliðið, en það enduðu þær þar. Fyrir mig, ég var svona ekki alveg þar, en það var alltaf gaman að geta, markmiðin var alltaf að spila upp fyrir sig. Þegar ég var í þriðja flokk þá spilaði ég stundum upp fyrir mig í annan flokk, var með þeim í leikjum og það var alveg geggjað. En svo þegar meistaraflokkurinn kom og var settur saman hann þegar ég var í öðrum flokk og þá voru náttúrulega kallar til svona gamlar hetjur eins og Jónína Víglunds, Ásta Ben, Magnea. Hvernig var að fá að prófa að spila með þeim? Geggjað, það var bara þvílíkur heiður og bara maður lærði svo mikið af þeim og maður var náttúrulega búinn að fylgjast með þeim þó að það hafi ekki verið neitt meistaraflokkur, það hefði maður samt alveg fyrirmyndir og þær voru fyrirmyndirnar manns. Þær voru nú voru mikið með í kringum. Já, Magga Áka var alltaf þarna í kring og þær voru alltaf þarna með og það var bara virkilega gaman að spila með þeim og þær fyrir að fyrsta hvað eru skemmtilegar, þær eru ótrúlega góðar og enn þann dag í dag sýna þær hvað eru góðar þegar rústöllum á árgangamótinu sem er í nóvember. Akkurat. Þannig að þú veist, þetta var bara þvílíkt gaman sko, virkilega gaman. En þú hættir tiltölulega ung. 19 ára, cirka bát. Hvað gerðist? Misturðu bara áhugann og Já, ég var bara eitthvað áhugaleysi búið að blunda í manni og lífið. Þetta tók náttúrulega og tekur því líkan tíma frá manni og þegar áhugin er ekki 100% í því að ætla að vera fótboltamaður, að þá var ég einhvern veginn bara
einhvern veginn hafði ég enga stefnu að því ég ætlaði ekki að vera atvinnumaður. Þá var ég eitthvað svona, af hverju er ég að fórna sumrinu? Það má orða það þannig að seinni gelgjan hafi komið yfir mig þarna 19 ára. Og já, þannig ég einhvern veginn bara, og þetta leyti vinn í söngkeppni framhaldsskólanna og langaði að fara meira að syngja. Þannig ég einhvern veginn setti þetta bara á hold. Já, ég þessu fer nú að ljúka hjá okkur, en minnst þetta svo áhugaverðar sem sagt, sögur, þessi óvæntu þáttökur þínar í þessum söngkeppnum sem að hafa samt slegið í gegn. Hvort að þetta sé ekki bara búin að vera einhverja svona kosmísk svona íting á þig að þetta sé það sem þú átt að gera. Heldur að það sé ekki bara, er það sem þú ert að stefna á núna? Svo við ljúkum bara á því. Mér langar það, já. Og ég er svo ótrúlega spennt fyrir ykkur að heyra lagið mitt sem að strákarnir og þau eru að semja. Af því að þetta er eitthvað sem ég er svo stolt af. Þetta verður alltaf eitthvað sem að fylgi mér. Eurovision fer aldrei frá mér, Eurovision 2020. En mér langar svo að byggja meira utan á þetta. Mér langar ekki bara að hafa Eurovision. Mér langar að byggja meira ofan á þetta og gera meira úr þessu. Já. Og við segjum bara gangi þér vel og það verður spennandi að fylgjast með því. Við bíðum spenntir eftir því. En næsti þáttur hjá okkur er á dagskrá á laugardaginn klukkan 2 þegar Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri knattspyrnufélags IA, kemur hérna í heimsókn til okkar. Ekki missa því. En þangað til vil ég bara fyrir hönd okkar allra á IA TV þakka ykkur fyrir samfylgdina í kvöld og þakka Helgu Ingibjörgu fyrir frábært spjall. Takk fyrir. Og Birgir Þórisson fyrir undirleikinu. Við ætlum að enda á lagi sem að Skagamönnum er mjög svona andum. Takk fyrir okkur í kvöld. Völlur grær og vetur flýr og vermir sólin grund. Kem ég heim og hitti þig, verð hjá þér alla stund. Við byggjum saman bæ í sveit sem brosir móti sól. Þar ljúfur lífi landið mitt mun ljá og veita skjól. Tveim, því ég er komin heim að ferðalokum finn ég þig sem mér fagnar höndum tveim. Ég er komin heim. Komin